Þegar óstöðugar samsætur í náttúrunni klofna niður er talað um náttúrulega geislavirkni. Geislunin sem náttúruleg geislaefni senda frá sér eru þrenns konar. Í fyrsta lagi erum við með alfa-geisla, en alfa-geislar eru helíumkjarnar sem að hrökkva það af frumefninu sem hefur klofnað niður, og dæmi um þýtt væri til dæmis klofnun úran, þar sem að helíumkjarni losnar og það myndast nýtt frumefni sem væri hér þóríum. Næst erum við með beta-geisla, en beta-geislar eru í raun og veru bara rafeindir sem að losna þegar að geislavirka samsætan klofnar, og dæmi um slíka klofnun væri þá þóríum 90 og gefur frá sér rafeindina, og við það myndast annað frumefni sem er þá Pa sem kallast próaktiníum. En það sem gerist hér er það að nifteind í þóríumkjarnanum, hún umbreytist í róteind sem helst í kjarnanum og rafeind sem skýst á burt frá kjarnanum. Við erum með þriðju tegund af geislun sem er svokölluð gammageislun, en hún gerist alltaf þegar að alfa-geislun eða beta-geislun á sér stað. Það er að segja þegar úranið hér klofnar í helíum og þóríum, þá er þetta hér þóríum orkuríkt. Þannig að strax eftir það þá losar þóríum orkuríka þóríum í sig við þessa umframorku með því að gefa frá sér gammageislun. Sami hlutur gerist þegar að eftir beta-geislun, það er að segja hér myndi þá próaktiníum vera orkuríkt, og það þarf líka að losa sig við orku til þess að verða stöðugt, og það gerir það á sama máta, það er að segja með gammageislun. Geislavirkar samsætur halda síðan áfram að klofna niður alveg þetta koma fyrstu stöðugu samsætunni í lotukerfinu, sem er það ýmist blý eða bismuth eftir hvernig niðurbrotið á sér stað. Hins vegar tíminn sem það tekur getur við æði misjafn, en tími geislunar er yfirleitt mældur sem helmingunartími. En helmingunartími, oft táknaður T-hálfur, er svo tíminn sem það tekur hálfan massa af einhverju sýni að klofna niður. Það er að segja ég væri með 1000 kíló af úrani, og þá væri að liðnum einum helmingunartíma þá sæti ég eftir með 500 kíló af úrani. En helmingunartíma úrans er eitthvað um 4,5 milljarðar ára. Það tekur ansi mörg ár fyrir þessi 500 kíló úran að klofna niður. Tíminn sem tekur þá 500 kílónum er að 250 kílóum. Það er það einmitt líka annar helmingunartími, og tíminn sem tekur 250 kíló að verða að 125 kílóum, það er aftur annar helmingunartími. Það er að segja að við horfum alltaf á massan sem ég hef í upphafi, og þegar halvur sá massi farinn þá er einn helmingunartími liðinn, eða öfugt að ef ég er með einhvern massi í upphafi og það líður einn helmingunartími, þá er ég akkurat með halvan massan eftir það. Þá erum við búin að skoða þessar þrjár gerðir af geislunum, það er þessi alfa, beta og gamma geislun, og við erum búin að sjá hvernig þær eiga sér stað. En við erum einnig búin að fara þá gegnum þetta fyrirbæri sem kallast helmingunartíminn og hvað það þýðir, án þess þó að skoða þær jöfnur og þá stærðfræði sem liggur þarna á bakvið.